Í Havana. Klukkan er rúmlega 9 og ég er hérna á 19. hæðinni, hérna Sveinir. Ég er á 5. þannig að ég er miklu leður. Hérna sér með vel yfir borgina og það er nú helvítis mistur sko. Hvort það er mengun eða eitthvað, ég veit ekki. Hitinn er örugglega kominn fann að hann er kominn vel yfir 20. Það er ekki að nokkuð 30. Þetta er nótælt í dag, svona mestu rótturinn fyrir rúmanni sko. Það er hann Manolo sem ekur bílnum í dag, hefur líf okkar á lími í höndum sér. Honum til aðstofar er sonur hans Líós. Hann er í frí í skólanum þessa viku og fékk að fara með pappa í vinnuna í dag. Svo er það hann Alberto. Það þekkja hann og orðið allir hér um borð. Hann hefur verið með okkur með þennan hóp eins og reyndar alla íslenska hópa undanfarin, hvað minnst okkur 7 ár. Sjálfur heiti ég svo Karl Óri Jóhannsson. Mig langar að nefna við ykkur eitt áður en að ég byrja nú að þylja yfir ykkur eitthvað Hemingway. Að það urðu mistök við myndatökumanninum okkar. Hann lenti því að framleiða of mikið af diskum. Það er að segja, það er DVD-diskur með bæjarferðum Havanaborg og það eru einhver ósköp af CD-diskum með tónlist frá Kúbu, bæði þessi gamla, ef að kalla það Búna Vista tónlist og yngri tónlist. Það er sem sagt DVD með bæjarferðum Havana, ýmsum myndum frá Kúbu, Vindlaverksmiðju, Tropicana Show og ýmsu öðru. Það er þessi diskur og síðan 4 tónlistardiskar með sumir þeirra eru með 120 lögum, þannig að þetta er gríðarlega mikið safn. Þetta safn fæst fyrir einungis 35 síðan sé, sem er náttúrulega hreint ekkert verð fyrir allt þetta safn. Þetta er hins vegar töluverður peningur fyrir myndarsmiðin okkar. Þannig að ef þið hafið áhuga á að eignast þetta safn, þið getur komið og kíkt betur á það hjá mér á eftir, að þá ætlum við að reyna aðstofan við að selja þetta, því að þarna liggja líklega mánaðarlaunin hans minnstakosti 2 eða ef ekki 3. En þetta getum við skoðað eftir og nú ætla ég aðeins að fara að segja ykkur af því sem við erum að fara að gera. Við ætlum að sjálfsögðu ekki að fara allar slóðir Hemingways. Það tækir okkur sjálfsagt einhver ár. Hann var jú út alla trissur eins og við þekkjum. En við ætlum að skoða staðinn þar sem hann bjó lengst af þegar hann bjó hér á Kúbu. Húsið er í viðgerð eins og þið hafið sjálfsagt öll séð í kynningabæklingnum. Þannig að það er svo sem ekki margt að sjá. Ef við sjáum þá hvar hann bjó, getum labbað lóðina, skoðað sundlaugina og við getum skoðað snekkjuna hans, Pílar sem er staðsett þarna við húsið. Síðan heldum við í fiskimannaþorpi Coquimar, en þaðan var Pílar, snekkjan hans gerð út. Þar bjó líka Gregorio Fuentes, skipstjóri á Pílar. Og þar er enn einn Hemingway barinn sem hann snætti á og drakka sjálfsögðu mojito og daiquiri þegar hann kom í land. Að þessu skoðuðu þá höldum við nú heimaleið
Vegna þessara viðgerða sem yfirstanda þá verður þessi ferð nú kannski örlítið styttri. Ég á ekki von á því við eyðum þeim tíma sem ég jafna fyrir að skoða húsið í eitthvað annað, við sjáum þó bara til. Tókum kannski eitt stopp á leiðinni heim og verðum heima á hótelunum Hundvör. En það er rétt að fara að segja ykkur svolítið af þessum herramanni. Hann er fæddur í júní 1899 í Oak Park í Illinois í Bandaríkjunum. Faðir hans var læknir, móðir hans var tónlistarkennari. Strákurinn var snemma segir sér húsið Philadelphia nokkru síðar 1937 kaupir það síðar 1940 og er að mestu leyti búsettur hér á Kúbu fram yfir byltingu. Í 1951 hóf hann að skrifa það verk sem að er hans langfrægasta verk og það kom út árið síðan. Þetta er ekki stórt verk að blæsíðurtali en trúlega hans stærsta verk enga síður, Gamli maðurinn á hafi. Bókin kom út 1952, færði honum Pulitzer-verðlaunin 1953 og er talinn hafa átt stærstan þátt verka hans í því að hann fékk Nóbelsverðlaunin í bókmenntun 1954 ári á undan Halldóri Laxness. Gamli maðurinn á hafið er svolítið sérstök bók. Íslendingar sumir hafa nú viljað eigna okkur pínulítinn hluta í þessari bók, benda á hversu lík hún er í mörgum atriðum aðventu Gunnars Gunnarssonar. Aðventa Gunnars Gunnarssonar kom út nokkru áður og það er jú háttur góðra rithöfunda, þeir lesa hver annan og tína bestu bitana hver frá öðrum, raða þeim upp á nýtt og búa til nýtt listaverk. En í báðir Gunnar Gunnarsson og Ernest Hemingway tefla þar einum einstaklingi gegn náttúru öflunum. Gamli maðurinn á hafi, þið hafið sjálfsagt öll lesið þessa bók, fjallar gamlan mann sem rætir fiskjar og bókin snýst þessa veiðiferðans og baráttu hans við að ná þeim stóra. En það er ekki nóg að ná þeim stóra, það er líka spurningum að halda þeim stóra. Og gamli maðurinn vann og tapaði og kannski vann hann aftur. Ernest Hemingway flúði hérðan frá Kúbu 1947 þegar hermenn réðust inn á heimili hans. Hann kom þó árið eftir aftur tilbaka og bjóð hér fram yfir byltingum. Hann lýsti stuðningi við byltinguna árið 1959 en samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef hendið að þá leikur það tveimur skjöldum hvort hann yfirgaf Kúbu fyrir eða eftir áramótin 1959-1960 en árið 1961 í júní fannst Ernest Hemingway látin með skotsár á höfði og byssu sér við hlið en rífast menn það hver það var sem drap hann
opinberlega á hann að hafa gert það sjálfur, en samsæriskenningarnar voru fljótar að koma með aðra skýringun. Ernst Hemingway var fjórgift, eignaðist 3 syni og 2 dætur, og ekki bara það, hann átti alltaf hjákonur líka. Ernst Hemingway var mikill veiðimaður, mikill ferðagarpur og mikill drykkjumaður. Hann var þó býsna sjálfsagaður. Hann hóf alltaf skriftir klukkan 7 á morgnana og hann skrifaði til klukkan 1. Þá hafði hann lokið dagsverkið og sneri sér á öðru brennivínsdrykkju, veiðum eða hvað svo sem fyrir lá. Það var afskaplega gestfæmt hjá Ernst Hemingway í Þingavía. Margar stórstjörnur bandarískar og viðskiptajöfrar komu í heimsókn til hans sem og blaðamenn. Og einhverju sinni kom ungur blaðamaður til hans og fékk að vera með honum í 3 daga. Hann kom til hans upp úr hádegi einn daginn og þeir fóru náttúrulega beint á fyllerí, drukku fram á nótt. Ungi maðurinn skreið í rúmið, gafst upp löngu á undan Hemingway. Þegar hann kom hins vegar á fætur morguninn eftir undir hádegi þá var Hemingway búinn að standa við skriftir frá klukkan 7 morguninn, en Hemingway stóð alltaf þegar hann skrifaði. Það að segja frumtexta, hann sat reyndar við þegar hann vélritaði hann síðan niður, en stóð alltaf við frumtextagerð. Og klukkan 1 stimplaði Hemingway sig út sem rithöfundur og dróð þennan unga pilt með sér á veiðar og fyllerí. Næsta kvöld skreið hann þessi ungi maður í rúmið, gjörsamlega úrvinda, en Hemingway hélt áfram drykkjunni og sama sagan endurtók sig næsta dag. Hemingway var búinn að skrifa í nokkra klukkutíma þegar pilturinn kom á fætur og hann undraðist mjög út af þessa manns og hann var frisklegur og hressilegur alltaf þrátt fyrir alla þessa drykkju og vinnu. Margir hafa velt fyrir sér sambandi Ernst Hemingways og Halldórs Laxness. Það vitað og hafa varðveist skeyti og sendibréf sem fóru þeirra í millum. Báðir hafa þeir vitnað í símtöl sem þeir áttu, en hvorugur svaraði því nokkurn tímann hvort þeir hefðu hýst. Þeir höfðu þó nokkur tækifæri til að hittast. Eins og við munum þá var Halldór Laxness í Bandaríkjunum frá 1927 til 1929. Þeir voru samtímis á Ítalíu og þeir voru samtímis í París. Einhverja hluta vegna þá sneigðu sér alltaf undan því að svara þeirri spurningu hvort þeir hefðu hýst. En ég nefndi áðan þýðingu Halldórs á vopnum köttum. Þegar sú bók kom út í byrjun 5. áratugarins heima á Íslandi þá trylltist íslenska þjóðin gjörsamlega. Það voru haldnir fundir, félagsfundir í félögum þar sem að þýðingin og bókin voru fordæmd, margar blaðagreinar ritaðar og einhvern tímann sá ég viðtal við Halldór þar sem hann sagðist oft hafa verið skammaður fyrir það sem hann skrifaði, en önnur slæti eins og út af vopnum köttum, sagði það ekki mun eftir. Meðal annarra héldu aðalfund sinn kennarafélag Suður Þingeyinga, þar sem þeir fordæmdu þessa þýðingu og kröfðust þess að opinberir aðilar blönduðu sig í málið. Þetta væri svívirða við íslenska tungu og móðgun við þá sem reyndu að kenna ungdómnum íslensku. Alnafni Halldórs
í Vestmannaeyjum. Halldór Guðjónsson, í stjórnarformaður Sparisjóðsins, hafnarstjóri og bæjarstjórnarmaður til margra ára. Hann settist niður og taldi málvillurnar í þýðingunni þegar hann var kominn upp í 3000. Þá hætti hann að telja og skrifaði grein í Tímann þar sem hann hundskammaði þá félagana, einkum Halldór en líka Hemingway fyrir bölvað rugl. Hannibal Valdimarsson skrifaði harðorða grein í Skötur á Ísafirði þar sem hann skammaði Halldór eins og hund og sagði að þetta væri vond þýðing á vondri bók því þar riði hundavaðshátturinn sérviskunni. Önnur eins læti hafa víst aldrei orðið út af einni bók á Íslandi. En við nálgumst nú brátt Þinga við Kía og það er kannski rétt að fara aðeins yfir reglur sem er í gangi á þessum stað og ítreka að húsið er í viðgerð og ekkert þar að sjá annað en staðsetningun á því. Enga síður þá gilda reglur hér á þessu safni sem við verðum að fara eftir og hlíta. Þær eru þær að hér er óheimilt að taka myndir nema að kaupa til þess leyfi. Leyfið til að taka ljósmyndir er á 5 CUC, 5 kúbanska dali, en við minnum að sé 50 fyrir vídeo. Svona á þess að ég ætla að skipta mér af ykkur þá finnst mér nú varla taka því að kaupa vídeotökuréttin á alla þessa upphæð af húsi sem er fókært eða rétt það bil fókært. En ljósmyndir, það getur verið gaman að eiga mynd af þessum stað, sérstaklega fyrir Hemingway áhugamenn. Þannig að þið sem hafið áhuga á að taka ljósmyndir ætlið að gefa við merki þess efnis. Það verður engin hug á að taka mynd af þessu við getum nú séð. Við komum til að sjá bátinn hans. Nú er ég búinn að hræða ykkur allt og mikið, sé allt í rúst. En það er þetta enginn sem vil kaupa myndatökur rétt. Tali í sjónvarpsviðtali. Hann hringdi í mig, sagði Halldór, hentist úr skálum reiði sinnar yfir mig og sagði þetta eru meiri bölvaðir asnarnir þessi Svíjar. Þeir eru með 2 afburða rithöfunda beint fyrir fram að nefið á sér og velja svo þennan gauð til að taka við velunum. Svo bætti Halldór við á sinn trúða hatt. Ég held að hann hafi verið kenndur. En hann sendi Halldór í skeiti þegar hann fékk Nóbelsverðlaunin 1954. Skeitið sá ég eftir tíman í einhverju blaði og einhverju grein Halldór og þetta var stutt og laggott. Hann baðst afsökunar að hafa heyrt verðlaunin af Halldóri en sagði þú færðu bara næst og reyndist þar samspá. Það er gaman að bera þá saman þessa 2 menn. Báðir eru þeir stórkostlegir listamenn en gjörólík. Þó höfðu þeir líkin áhrif hvor á annan. Hemingway þessi grófi veiðimaður og fyllibitta. Halldór þessi trúði
herramann. Halldór Laxness gekk í klukkur en Hemingway í herinn. Ekkert var fjærri Halldóri Laxness en að ganga í herinn og aldrei held ég að Hemingway hafði látið þetta í huga að ganga í klukk. Hemingway tilengaði kúbönsku þjóðinni Nóbelsverðlaunin og ef færi gert á að segja ykkur svona sögu og eftir á heimleiðinni sem tengist því. Hemingway unni þessari þjóð mikið og taldi sig svona hálfgerðan kúbumann. Hann lýsti yfir stuðningi við byltinguna árið 1959 og hann hitti Fidel Castro, það sannanir fyrir því á terrorsu sem við ætlum að heimsækja næst. Þannig var að Hemingway gekk fyrir sjórstangveiðimóti ár hvert og árið 1959 þá bauð hann Fidel Castro að taka þátt í mótinu. Það alveg sama í hvaða keppni Fidel Castro tekur þátt, hann vinnur alltaf. Hann veitir flesta fiska, hann veitir flesta fiskinn og hann veitir flesta tegundir. Og á terrorsu má sjá það sem að Hemingway að afhenda Fidel Castro verðlaunin fyrir sigurinn í þessari sjórstangveiði keppni. Þetta var reyndar skils með farandbyggarar, þannig að trúlega á Fidel ekki þessa byggara lengur, þó að þetta hafi reyndar verið síðasta sjórstangveiði keppni sem að Hemingway keppni. Hann nefnilega fór héðan annarkvort í árslok 1959 eða í árslok 1960. Hann vitað af honum í Evrópu en það sumarið 1961 sem hann finnst látinn í Illinois í Bandaríkjunum. Opinberlega á hann að hafa framið sjálfsmorð en samsæriskenningasmiðir voru fljótir að búa til aðra skýringu. Þeir vilja meina að bandaríska leyniþjónustan hafi myrt en Hemingway. Og ástæðan, hver var ástæðan fyrir því að þeir ákváðu að myrða þennan stórri hund? Ástæðan var sú að hann hafði dvalið langdvölum hér á Kúbu. Hann hafði lýst yfir stuðningi við Fidel og byltinguna. Hann hafði hitt Fidel. Hann hafði lesið José Martí. Kenningin sú að Ernest Hemingway hafði farið til Bandaríkjanna til að verða leiðtogi byltingar þar. Fidel Castro frelsaði hér 9 milljónir manna úr ánauð. Ernest Hemingway ætlaði að frelsa þær 40 milljónir bandaríkjamanna sem að búa undir hungursmörkum í landi allsnæsta. Og það jú ekki spennandi tilhugsun og hefur ekki verið spennandi tilhugsun fyrir John F. Kennedy að eiga við þessar 40 milljónir ef að þær hefði nú risið upp og hitta sinn skerf af kökunni. Það sem að furðulegt má hins vegar telja það að leyniþjónustan svarar þessari kenningu, hún vísaði henni á flug. Yfirleitt svara menn ekki svona kenningum, en þessari var svara. Fyrir 4 árum líklega þá var það í fréttum að dóttir Hemingways, önnur, hefði framið sjálfsmorð. En á ný fóru samsæriskenningamenn á stað. Sögðu að enn hafi leyniþjónusta Bandaríkjanna verið að verki.
Ástæðan var sú að þeir vildu sýna fram á að Hemingwayarnir væru allir kolvitlausir og dræptu sig hver eftir annan. Þess vegna hefðu þeir myrt þessa dóttir hans líka. Margir kunningja Hemingways eiga erfitt með að trúa því að hann hafi framið sjálfsmorð. Hann virðist hafa yfirgefið Kúbu mjög skyndilega. Hann skilur eftir ýmislegt sem að menn taka hérna með sér ef þeir flytja. Hann skilur meðal annars eftir 9039 bókatitla á víð og dreifum húsi, út allt náttúrulega. Föt sem hann alla jafna hefði tekið með sér ef hann hefði verið að flytja endanlega skildi hann eftir. Verðmætt málverk skildi hann eftir, meðal annars eftir Miro. Og vinir hans segja að hann hafi verið prest og glaðbeittur. Skömmu áður en hann fannst látinn, þá hafði hann ritað bréf til vina sína margar hér á Kúbu og var þá hinn pressasti. En það er kannski rétt að hafa líka í huga að þunglyndi fylgir oft mikilli áfengisneyslu og oft getur verið erfitt fyrir leikmenn að greina einkenni þess alvarlega sjúkdóm. En kenningin er svona og nú hafið þið hana til að veltinni fyrir ykkur. Erfitt er að segja hvers hefði verið að vænta meira frá Hemingway sem rithöfundi. Ef þessi kenning er rétt, hann hafi verið farið frá Kúbu til Bandaríkjanna til að gera byltingarleiðtogi, þá er nú óvíst að hann hefði sent frá sér mikið meira af ritverkum, þó veit maður aldrei. En hans þóttum hafði alla burði til að skrifa meira, miðað við hvað Gregorio Fuentes, vinur hans og skipstjórinn hans, lét jafnan hafa eftir sér. En Gregorio, hann dó í hárri elli, 104 ára minni mig, hann hafi verið kallinn. Þegar hann dó árið 2002, hann satt oft niður á Terröfstu og spjallaði menn. Ég náði einu sinni að sjá kallinn hana. Hann var alltaf fús að veita blaðamönnum viðtal, en það kostaði. Það kostaði eina rom. Viðtalið byrjaði ekki fyrir að búið var að opna á flöskuna og hætti glösin og því lauk ekki fyrir að flaskan var tóm og glösin líka. Menn reyndi mikið að veiða upp úr honum einhverja kjaftasögur Hemingway, en það var alveg ómögulegt. Hann lýsti mörgum veiðiförðum og svartvindrafi, en það var ekkert annað eða meira en allir vissu. Og Gregorio reyndist vinur Hemingways af til dauða. Að Hemingway látnum var náttúrulega farið að gera upp dánarbúið. Það kom í ljós að kallinn hafði skrifað erfðaskrá átöluvert löngu áður og samkvæmt erfðaskráni þá erfði kúbanska þjóðin húsið hans og lóðina, Finca Vigía. Gregorio fékk bátinn í land. Gregorio hins vegar hætti allri sjómennsku eftir að Hemingway fór hérðan og nokkru síðan þá gaf hann ríkinu bátinn. Ríkið ákvað að setja safn, Hemingway safn, til að halda minningu rithöfundarins á lofti, þó að kannski séu nú fyrst og fremst verkan sem gera það. Þá vildu Kúbumenn sýna hann þá virðingu að stofna hér hann safn og það var ákveðið að taka upp bátinn hér úr Kokkimar og flytja hann upp í að sundlaugin við Finca Vigía. En einn hérna barinn. Já, mojito.
Hérna drakk hann. Það er eins og drykkjumenn, það er náttúrulega að drekka víða. Hérna á hásið kannski einn mojito, eða hvað er þetta? Mojito er það. Báturinn, það liggur í báturinn, í lag. Þetta er fyrir utan restaurantinn. Hérna labbaði kallinn niður sko og gat geymt bátinn hérna fyrir neðan. Hérna Leifar að bryggja á hann, hann er mest ónýtur. Það var stutt á barinn þegar það var búinn að vera fiskir í. Þetta er sem barinn. Það er ámi og grund. Þeir landar með þetta ekki að finna þetta í henni. Me para más un mojito para la señora. Mira, por un mojito a la señora. Aquí era la mojito. Þetta er gras. Síðan. Voru það panta? Ég er ekki búinn að ná sambandi þá. Það var það. Og svo er einhver tass eða einhverju kryddið. Þetta er í gangi eða? Ja, platen där inne. Já. Wow, good. Já, ja. Það blandar í. Mala því. Já, ég held að. Eigandinn bara nokkuð. Þetta er orginal. Já. Það er þetta ekki flest. Þannig. Bara í sjónum hérna niðan bæinn. Fólk er að ráfa hérna. Það er virki hérna gammalt. Það er verið einhverju virki. Og herinn er víst ennþá þarna. Þetta er einn uppræðandi. Miro desde la cuna porque pude estar así. Miro desde la cuna porque pude estar así. Siendo esto para mí
mi más grande fortuna. Heredado de las tunas, conmigo lo llevaré. Y siempre así lo diré, con este mayor empeño. Mi nieto más pequeño del barrio Bucarest. Ja. Tengo una perra sata, pero el domingo temprano. Tengo una perra sata, pero el domingo temprano me apareció un perro enano a darle una serenata. Formaron la recholata, pero no hallaban manera. La perra es una fiera, le digo al perrito vete, que para darte el banquete te hace falta una escalera. Un ganero que llamaban Guachindango, tenemos tremendo fandango y si no salgo de aquí, Guachindango me hace amigo que yo iba a hacerle al mango. Dile gracias, tírale. Hämeen. Virkiðuminnismerki Hämeen. On bæjarliðið. $1. Ah, $1. Ah, þetta eldingavari. Eldingavari? Já. Ég skil ekki hvernig við þurfum að jarðbyggja helviti hausna hvernig. Þetta grísmynd hérna sem að Batista-kærlingin byggði. Það er hérna, sko. Hann þótti góð frá náttúrunni hendist strax. Það er ekki svona þröngt hérna. Og svo verður þetta vítt hér þegar það er komið. $1, sir. Ah! What do you think Castro says if we asking for dollars? It's mine. Amerísku vörur hérna. Nei, þetta er. Á Christ, þetta. Grísmyndin. Þetta er það. Það sko lengi sko, það finnst ekkert verið eftirlit. Ekki neitt. Það er kókos. Hvað vil maður geta þetta drukkið úr þessu? Já, bara allt og gott. Og enn syngja þeir. Þetta úti á torgi hérna. Stutt hérna í virkið og höfnina sko. Pizza hjá Sveinskunni. Þetta er svona þeirra pizza. Svolítið sérstök, það er hérna skinka og ostur og laukur og svona dót sko. Hvernig er það góð? Svetsið eins og í leir sko. Þú er vísi. Já, og þeir eru að taka upp þessa ósýðu.
soundtrack. ¿Y Soto? Það einhver kór að syngja þetta, ég er ekki alveg klárað hvað það er. Ég held að Jens ekki alveg búinn. Geysilega menninglegt er það. Öllum vengindum er. Og skipta hér kór, spurning hvaða kór kemur eftir. Léttsveitin. Tom og bassan. Nánast tæmtisalur, það er kórinn á svið. Ekki svona margir auka. Góðan daginn. Morning. It's nice to be here in Havana in this university. We would like to start our program
will cry.